Króatóborgum oturgjald. Hvað oturgjald? Oturgjald annað orðið við gull. En akkur það orðið við gull? Það nú skemmtileg saga að segja. Sagan byrjar nú þannig að æsirnir Óðinn, Loki og Hænir voru að ganga meðfram á nokkuri og komu þá auga á otur. Þeir sá að oturinn hafði veitt lax, þannig að Loki tók upp stein og kastaði honum í oturinn. Vá, hvað er góður veiðamaður, ég hitti otur og lax í einu höggi. Vel gert þú þér? Þeir tóku laxinn og oturinn með sér og gengu þar til þeir komið að bæ nokkrum og gengu inn. Maður að nafni Hreiðmar bjó á bænum. Ég gistum við í nótt. Og hverjir eru þið? Ferðalangar og við komum með mat. Ha? Þetta er son minn Otis. Þið drápu son minn. Fáfnir og Reginn, komið yngur stundinni og handsa með þessa morðingja. Synir Hreiðmars komu þá hlaupandi inn, öskureiðir. Hvað er að ykkur? Fáfnir og Reginn bundu þá æsina höndum og ætlaði að láta það borga fyrir morðið. Við skulum gefa okkur fjörmest, nefnið bæð. Við viljum það mikið gull til að fylla oturbelginn að innan og einnig að utan. Loki, þú rúttar þessu. Óðinn sendi þá Loka í Svartálfa heim í leit að gulli. Loki kom þá til dvergs sem hét Andvari. Hann var í vatni og í fiskslíki, þannig að Loki tók hann höndum og lagði hann fjörlaust. Andvari þurfti þá að gefa Loka allt gullið sitt, meira að segja hringinn sem hann grátbað Loka taka ekki, vegna þess að hann átti að færa eiganda sínum dauða. Loki hélt þá aftur á stað til Hreiðmars með gullið í oturbelgnum. Þessi stendur eitt hár. Ekkert mál. Og nú eru við lausir frá oturgjaldinum. Þessi ringur mun drepa. Og þannig sagan okkur gull oft kallað oturgjald. Það er á að sagja, en endur þarna. Hvað var allt gullið og hringinn bálvana? Sagan heldur endur áfram, ef þið vilja heyra meira. Já, endur það. Þegar Hreiðmar fekk gullið, vildi hann ekki deila því með sonum sínum, Fáfni og Regni. Við eigum hluti í þessu. Þið fáið ekkert, þetta er gullið mitt. Fáfnir lét sér ekki bjóða þetta þar sem þeir áttu allir hlut í gullinu og stakk föður sinn. Þú drafst hann? Fyrir gullið. Nú skaltu koma að burt, Reginn, annars myndi enda eins og faðir okkar. Fáfnir flúði þó burt með gullið og fann sér stað á Gnitaheiði. Hann gerði sér ból þar, brást í ormslíki og lagðist á gullið. Reginn var þá einn eftir með ekkert gull. Hann ákvað að sigla til Hjálpreggs konungs á Þjóði í leit að vinnu. Reginn vildi samt líka fá henni. Blessaður, Reginn, þetta er hans Sigurður. Hann er mikill bardagamaður. Ég býð þér hann að gjöf. Hjálpreggur konungur bauð Regni að taka Sigurð í fóstur og svo gaf hann líka vinnu sem smiður. Ég ætla að gera það miklum bardagamanni, Sigurður. Og þú ætlar að drepa Fáfni bróður minn fyrir mig og stela gullinu. En áður en þetta gat gerst þurfti Reginn að smíða sverð fyrir Sigurð. Hérna er sverðið Gram. Það er svo beitt að getur skorið í gegnum hvað sem er. Takk fyrir. Svo vel. Reginn tók það að sér að þjálfa Sigurð og gerði hann að miklum bardagamanni. Þú ert tilbúinn, Sigurður. Góða ferð. Sigurður hóf þá ferð sína í átt að Gnitaheiði þar sem Fáfnir lá á gullinu í ormslíki. Nú fær ég mig hjarta til Regins. Reginn hafði beðið Sigurð að taka hjarta úr Fáfni og steikja það við eld. Hér er hjartað úr Regin. Takk fyrir, Sigurður minn.
Sigurður tók þá allt gullið, setti það á hest sinn og reið burt. Og þannig klárast sagan. Alexander, Sigrún,